Það ekki að færi allra að sauma íslenska þjóðbúning en hér á Sauðárkróki býr hún Helga Sigurbjörnsdóttir og hún hefur verið að sauma síðan 1990 í 25 ár og hér hún komið með búning sem að hennar sögn minnkaði í skápnum. Hann hljóp bara. Sko, það nefnilega svoleiðis að það hleyp þessir búningar, ekki bara íslenski búningar, heldur fötin okkar, þau hlaupin í skáp. Trúlega það ekki, ég veit það ekki, ekkert annað. En þetta ætla ég að stakka, sem sagt þetta svona þegar maður búin að ganga frá þessu og nú ég búin að taka hér og þræði þetta þannig að ég get vikkað þetta. Það séu ekki hlaupin eftir rosalega mikið. Ég hef 2 cm upp á hlaupa hér, þannig þá hef ég 4 á begge megin og svo hef ég 4 hér, þá hef ég 8 hérna uppi. Svo þarf ég að taka þetta hér og laga þetta hér vegna þess að það stækkar náttúrulega handvegurinn. Já, það breytist handvegurinn. Þá þarf ég að taka Herkulesarbandið. Þetta hér Bíddu, Herkulesarband, af hverju heitir það? Ég veit ekki af hverju heitir Herkulesarband. Ég ímynda mér að það kannski bara vitleysa að því það svolítið sterkt og þolir mikið átak að þá heitir það Herkulesarband. Herkules var jú sterkur. Og við breyttum með Herkulesarbandi. Allt saman. Það ekki rétt sem þetta allt meir og minna gert í höndunum? Þetta allt gert í höndunum. Þessi bólur hér, hann allir gerður í höndunum með það saumað hér, sem sagt þessi hér saumur og þetta hér saumað í vél. Já. Hér. Þannig að það nú jafn gott að maður sé nokkuð færa á nálina. Ekkert annað saumað í vél, allt hitt handgert. Og bara með nál númer 8 sem með gott bit og bara venjulegum tvinna. Uppluturinn pils og bólur og síðan svunta sem á alltaf að vera eins. Hún á að vera 20 cm styttri heldur pilsið og það eiga að vera 18 til 20 cm hérna aftan á. Bilið sem hér á milli. Og þetta í töl sem að við verðum að virða. Helga lærið þjóðbúningasaum hjá Vilborgu Steffensen í Reykjavík og fylgir ákveðnum hefðum og reglum sem þjóðbúninganefnd setti á sínum tíma. Þetta náttúrulega menningarverðmæti sem við erum að presentera og menningarverðmætum verðum við að halda við og við erum að halda þeim við á þeim nótum sem það þó svo að við færum eitthvað til nútímans þá samt handbragðin nákvæmlega eins og þetta útlitið allt eins en við líkjutræðum allt hér til þess að merkja og hérna fáum við miðlínuna. Þannig til að merkja hvað til að merkja þetta hér boginn hér aftan. Já. Þetta heita knipplingar hér. Og þetta náttúrulega handgert, en gerir þú þetta? Nei, ég gerir þetta ekki. Þetta kaupum við fyrir dýrundómum. Bara þetta hér sem hér aftan á, sem við sjáum hér á öxlunum og hér aftan á, kostar 20.000 krónur. Já, við erum að tala svo mikil verðmæti bara hér í bólnum. Já, bara þetta kostar 20.000 krónur. Sko, og síðan náttúrulega þetta kostar, ég veit ekki hvað. Þetta eru millur hér. Já. Það eru 4 millur á þessum búningi. Það algengt? 8 millur réttar sagt, því að það náttúrulega 4 syngur megin. Það eitthvað sem líka ritual og má ekki breyta? Já, hins vegar eru millur svolítið misjafnar, en þetta handgert víravirki og þetta heita borðar hér. Og þetta handgert víravirki líka. Nú í dag mikið farið að steypa þetta, þannig þetta svipað eins og víravirkið, en þeir sem hafa glöggt auga eru fljótir að sjá að þetta jú steypt sem eftirlíking eða ekki handgert lengur. Eftir að Helga búin að stækka bólinn, þarf að stækka pilsið og þá strengurinn rakin upp og nokkrum föllum sleppt. Ég ætlaði líka að sýna ykkur hér að við hérna bryddum. Þetta brydda. Þetta við hérna óvilukkum þetta ekki eða siksökkum þetta heldur bryddum við þetta. Og við gerum það með skábandi sem að við tökum úr fóðri og þá gerum við það hér svona. Hér efnið og ég nota þetta hér og hér, þetta eru 3 cm og þá ger ég þetta bara svona og svo það ekki þarf á skærum lengur?
Ekki í þessu, því það svo, ég var svo allsæl þegar ég fekk þetta vegna þess að ég er svo miklu fljótari og þetta er svo miklu beinna og réttara með því að nota hnífinn og skera þetta svona. Þegar þetta er bara akkurat eins og það þarf að vera. Oft hefur verið sagt að það væri, getur hver og einn farið í það passa allir búningar á alla. Það er bara kjaftaði. Bara sagt reynd út? Já, bara sagt reynd út. Vegna þess að við getum ekki notað kjóla eða kallmenn bara föt, jakkaföt, nema þeir séu mjög svipar í laginu. Já, þú bara klæðir þig ekki einhvern veginn í íslenskan búning. Nei, þú gerir það ekki, hann verður að vera. En þessu fylgir líka skyrta sem að hangir hér uppi. Og hérna, ég get nú náði hann og sýnt ykkur hana líka. Já, þú kallar þetta skyrtu, er ekki einhver fleiri nöfn á þessu? Nei, þetta heitir skyrta. Já. Og þetta heitir skyrta út af því að þetta var sem sagt við 19. aldarbúningin sem er aðeins öðruvíseldur en þessi, þá var það raunverulega kallmannaskyrtan sem var notuð í þetta. Og ennþá er kallmannasnið á skyrtunni sem er við 18. aldarbúningin. Helga segir þessa vinnu við að breyta búningnum takk hana 1 viku. Hún hefur ekki tölu á öllum búningum sem hún hefur saumað og lagað en skemmtilegast þykir henni að kenna öðrum að sauma og býður því upp á 40 tíma námskeið. Yfirleitt hafa þær allar klárað og þær hafa þá, ég hef þá reynda nutta í þeim þang til að hafa komið og klárað síðar. Það er kannski 1 eða 2 sem ekki hafa klárað. Það er ekki mikil afföll. Það er ekki mikil afföll og það hefur yfirleitt gengið bara ágætlega.